Kolefnisríkur jarðvegur er jarðvegur þar sem er mjög mikið af lífrænum efnum, en kolefni er grunnbyggingarefnið í öllum lífverum. Þetta er jarðvegur eins og til dæmis í mýrum. Mýrar eru landsvæði sem eru að miklu leyti til undir vatni, að minnsta kosti part úr ári. Þar er mikill gróður og gróður hann staflar svolítið upp, það vex alltaf nýr gróður ofan og þannig grefst eldri gróður undir. Þannig að það sem er undir er ekkert annað en lífverur sem eru að rotna. En þar sem þetta er allt undir vatni þá verður rotnunin mjög hæg og það kemst lítið súrefni aðeins út af vatninu. Þannig að þetta rotnar mikið hægar og þannig bunkast upp lífrænar leifar. Þetta nýtti fólk á Íslandi sér í gamla daga því það gróf þennan kolefnisríka jarðveg upp, þurrkaði hann og notaði svo sem eldsneyti og þetta var kallaður mór. Má víða út á landi sjá mógrafir sem eru holur ofan í þessar mýrar. Í dag erum við meira að spá í að loka skurðum til þess að fleyta vatnum yfir aftur, því að ef við þurrkum upp mýri að þá þornar þessi kolefnaríki jarðvegur upp og fer að rotna því þá kemst að honum súrefni og þá losnar fullt af súrefni og fullt af koltvíoxíði út í andrúmsloftið sem veldur hlýnun jarðar, veldur gróðurhúsaáhrifum, en ef við fyllum upp í skurðinn þá snúum við þessu við, þá hættir þetta að rotna því þá fer vatni yfir þetta aftur og mýrin fer í raun að binda kolefni í staðinn fyrir að losa það.